Já, við erum hér enn í Eyjafjarðarsveitinni fallegu á Kaffi Kú og okkur leik forvitni að vita hvernig lífið gengur fyrir sig hérna bara hjá þessu venjulega fólki sem hér er. Þóra, þú ert fædd og uppalin hérna í Eyjafjarðarsveit. Jú, í Tröllavalandi. Já. Sem bær hérna 3 kílómetrum framar. Við segjum alltaf að fara fram í sveit. Já. Sem finnst mörgum svolítið asnalegt. Áttirnar eru sko öðruvísi, heldur en svona annars staðar. Við fyrir fram í fjörð og inn á Akureyri. Já. En þetta er svona málvenja sem hefur skapast hérna. En það tekir líka upp og niður eða hvað, eins og í Skagafirði? Jú, niður á Akureyri stundum líka. Já. Þannig að það er svolítið öðruvísi tala, þó þetta sé nú bara stutt frá Akureyri. Já. En þú ólst hérna upp og gekkst í skóla hér? Já. Barnaskóla og svo fór maður 12 ára að heiman í hérna unglingaskólan á Hrafnagili. Já, aflanleið þangað sem hvað margir kílómetrar. Þá var engin brú hérna yfir fjörðinn hjá Hrafnagili, þannig að maður keyrði alveg eiginlega niður á Leiru og þar yfir gömlu brýrnar 3 ár og svo inn í Hrafnagil og var þar alla vikuna og kom heim á föstudögum, svaf föstudag, laugardag og sunnudag og fór á sunnudagskvöldi og þá byrjaði fjörið aftur. Hvað er það? Já. Mamma hafði ekkert með þetta að segja lengur. Nei. Og pabbi? Nei. Og þú flytur hingað, er ekki? Já, ég kem hingað. Að sunnan. Að sunnan? Já. Hvernig var að koma hingað? Hvenær komstu? Ég kom hingað 59. Já. Þegar ég var búin að útlærður hjúkrunarfræðingur. Já. Og flutti hingað í sveitina. Hvernig var það fyrir sunnlending? Það var geysi, það var mikið viðbrigði en ljómandi gott. Mér var tekið afskaplega vel. Já. Og byrjaði þá nýútskrifuð og byrjaði að vinna á FSA, sem þá hét FSA og vann sumarið og hérna svo fór ég og helgaði mér barnauppeldi. Hvað áttu mörg börn? Ég á 6. Og stutt á milli þeirra 3 öll sitt hver í árinu og nóg að gera. Þannig að þá lá hjúkrunarfræðingurinn í öðrum verkum, getum við sagt, heldur en akkurat að hjúkra öðrum. Já, ókunnugum. Þetta kom, ég var oft að leita til mín ýmislegt. Já. Varstu eini hjúkrunarfræðingurinn eða hjúkrunarkonan í sveitinni? Já, kannski þá. Já. Man ekki, þær eru margar núna. En hvernig er að búa hérna? Mjög gott. Hvað er best við það? Gott, mjög gott samfélag hérna. Það var mikið samheldni milli bæja, það var verið að byggja, það verið framkvæmdir á einu bæ, þá komu nágrannar og aðstöðu. Það var geysilega mikið samheldni og hjálpsemi og þetta er mjög gott. Finnur fyrir því ennþá? Já, þetta er öðruvísi orðið en þetta er mjög gott samfélag hérna. Hvað var það sem dróð þig aftur hingað? Bara sveitin, held ég. Og alast upp í svona litlu samfélagi og veðrið, fólkið náttúrulega manns er allt hérna, mest allt. Og það er svona, ég var samt að heiman í 10-15 ár áður en ég kom aftur. Bjó í Danmörku, Reykjavík og prófaði að vera á Selfossi, það dugði í 2 ár og þá bara var þetta ekki tækt lengur og maður bara flutti norður. Já. Og þú fórst ekki langt að heiman, hvað eru 3 kílómetrar á milli ykkar mæðgna? Já, það er stutt að fara. Maður getur hjólað og gengið og... Já. Og hvað ert þú að brasa hérna? Það er nú svona ýmislegt. Ég kom aftur, þegar ég kom aftur í sveitina, þá var það þannig að við keyptum Hrafnagil með bræðrum mínum 2 og byggum þar í 4 ár, frá 2000 til 2004. Og það voru 2 bræður mínir sem við byggum þar með, félagsbúi. Og svo bara æxluðust málið þannig að við fórum út úr því og byggðum svo hérna bara rétt fyrir neðan Kaffi Kú hús og ég hef svo unnið fram að þessu inn á Akureyri í kennslu og vann líka í Hrafnagiskóla. En þú vendir þínu kvæði í kross, heldur betur? Já, og hvað tók yfir? Já, það var svona ýmislegt sem var til þess að ég ákvað að hætta í skólaumhverfinu og það var fyrir ári síðan að þá var kona hérna sem heitir Guðrún Darsan Arnalds að kynna Kundalini jóga hérna á Akureyri og þetta hefur alltaf blundað í mér og ég hef alltaf farið annars slagi í jóga og svona og ég ákveði að fara á þennan kynningafund og það bara var til þess að ég skráði mig í nám
í Kundalini Yoga sem hófst síðastliðið haust. Og ég sem sagt lauk fyrsta stigs prófi, kennaraprófi, í því núna í lok maí. Og þú ætlar ekkert að láta þar við sitja, þú ert búin að snúa heimilinu þínu, alveg við eða hvað? Já, en ekkert endilega út af því, því að hérna í mars síðastlinu, þá ég og 4 börn, að þá flutti yngsti örvarpið að heiman og hérna, þá hugsaði ég að það var ekki hægt því að maðurinn minn, hann að vinna annars staðar, en nú kannski á leiðinni heim til að vera meira heima, að þá hérna hugsaði ég að annarkvort að selja, ég á frekar stórt hús, þetta er svona 2007 hús, annarkvort ég að selja húsi, ég fer ekki að hringla þarna eða gera eitthvað við það. Og það var ofan á að hérna, við ákváðum að stofna eða búa til gistiheimili og tókum svona allt í gegn og kláruðum það sem átti eftir að klára, sem var bara mjög gott, og opnuðum gistiheimili núna 9. maí. Og hvernig hefur það gengið? Heyrðu, það hefur gengið bara mjög vel, eiginlega þannig að ég fekk bara Norðurorku vantaði húsnæði fyrir bormenn sem eru bor eftir heitu vatni fyrir Akureyringa hérna á Botni, bara hérna á móti. Og þá vantaði húsnæði og ég hafði það og það tókust bara með okkur ástir, eða þannig, að þeir verða hjá okkur alveg út júlí. En fyrirmyndina sækjurðu kannski til mömmu þinnar, þú lést draumi rætast þegar þú hættir að vinna. Og hvað, segðu mér aðeins í stuttu máli, hvað fórstu þá að gera? Sko, þá var ég orðin ekkja og ég kom hingað í sveitina og þá gekk ég inn í stórfjölskylduna. Það var afinn og amman og Jón og frænka og við vorum svo öll í sama húsinu. Svo þegar þetta fólk var gengið, eins og maður segir, allt saman og þetta stóra hús eins og hérna á rúm 300 fermetrar sem ég var í. Þá lét ég draumi rætast að fara að byggja þetta upp og hérna laga og gera ferðaþjónustu. Þetta er á 2 hæðum. Ég tók efri hæðin í gegn, þetta var mikil vinna og kostnaðarsamt og lét draumi rætast það að stofna að vera með ferðaþjónustu. Og taka á móti gestum bara þetta sólarhring? Já, taka á móti gestum. En ertu enn að? Sko, ég er náttúrulega á þetta og ég svona sé þetta, ég er svona, hvað ég að tala ég fylgist með og annars slíkt. Já, þetta er í rekstri. Já, þetta er í rekstri og þessar dótturdætur mínar eru sjá rekstur núna, gerði í fyrra og gera núna í sumar líka. Já, og nóg af túristum sem kemur. Ég sé þú tólst með þér ef við endum á, þú varst að taka með þér, hvað, er þetta eitthvað sem þú varst að sýna fólki? Þetta gerði ég gerði það að yfirleitt, þetta er ekki fjölmenn gististaðar. Þetta gátu verið mest svona 9-10 gestir. Ég setti mig það reglu að tala eitthvað við alla gesti. Þó svo sem ég væri nú ekki mikið tungumálamanniska, það gekk þetta ótrúlega vel. Og það sem ég sýndi þeim, það var þeim óskaplega gaman að sjá eins og askin hérna, þetta hefði verið matarílát hér í eina tíð. Þetta fannst þeim alveg ótrúlega skrítið og furðulegt og þetta hefði verið skeiðanar og fólk hefði borðað með þessu og svo var þetta merkt ártöl og fangamark hvers og eins og svo þetta fyrir krakkana, svona smót og þetta væri gert úr kýrhornum og svo hérna horfðu þau alveg hendi kross yfir þessu, hvað þetta gæti. Þegar ég tók tappan úr og bankaði þetta og gerði svona og nefnir þá vissir alveg hvað þetta var. Þetta fannst þeim alveg æðislegt. Þetta er ein leið til þess að kenna menningun okkar, ekki satt? Já, kynna menninguna. Og kynna. Já. Svo hafði ég náttúrulega afskaplega gaman af hérna sögunni og öðru slíku og með hraunið og eldgosin og annað slíkt og þetta sýndi ég þeim. Þetta er úr Álftavirðinni, þetta var mér gefið einu sinni þessi kertastykki og sagði þeim að þetta væri hraun. Og þegar hraun kæmi niður í þunn fljótandi hraun kæmi niður í vatn, þá gerðist svona, það springi þetta svona út. Já, eins og henni. Þetta, já, gaman að þessu. Þið eru magnaða mæðgur og yndislegt að fá okkur hérna til mín. Við hefðum getað að tala miklu lengur en nú þurfum við að leyfa fleirum að komast að og bara takk fyrir að deila því með okkur hvernig þetta er að búa hérna í Eyjafjarðarsveit. Og við sjáumst þér eftir smástund.